Mótmælendur voru hvattir til þess á Austurvelli í dag að bera ríkisstjórn og þingmenn út úr opinberum byggingum eftir viku, hafi þá ekki verið boðað til kosninga og ríkisstjórnin farið frá. 7.000 manns komu saman á Austurvelli í friðsömum mótmælum gegn ríkisstjórn og Seðlabanka í dag. Heimir Már Pétursson segir frá þessu. Viljum við stjórn Seðlabankans burt? Viljum við breytta stjórnarhætti? Viljum við ríkisstjórnina burt? Viljum við klíkurnar burt? Viljum við útifund næsta laugardag klukkan 15? Viljum við sjá vantrauststillögu á ríkisstjórnina afgreidda á mánudaginn? 3 ræðumenn töluðu á fundinum í dag, þau Gerður Pálmadóttir kaupmaður, Sindri Viðarsson sagnfræðinemi og Katrín Oddsdóttir laganemi. Hún sagði formenn stjórnarflokkana hafa brotið rétt á landsmönnum með undirritun lánsins frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Mörg þeirra grunnréttinda sem stjórnarskráin geymir hafa verið hunsuð og brotin af ríkisstjórninni frá því að fjármálakreppan hófst. Eignarréttur brotin gagnvart þeim sem tapa þriðjung sparifé síns á reikningum sem sagðir voru tryggðir. Tjáningafrelsi ógnað þegar dómsmálaráðherra ávítar blaðakonu fyrir að gagnrýna valdstjórnina á borgarafundi. Jafnræðisreglan brotin þegar fjármálafyrirtæki undanþegin dómsmálum. Hún sagði Íslendinga ekki láta kúga sig og heimtaði kosningar strax. Ef þið hindrið okkur í að við tjáum okkur í kjörklefunum, þá munum við kjósa á annan hátt. Við munum kjósa með því að fara frá landinu, með því að brjóta þau landslög sem þið hafið sett í trassri stjórnarskrá, með fjöldaverkföllum, með mótmælum og með því að bera ykkur út úr þeim opinberu byggingum sem þið felið ykkur í ef þess þarf. Geir Haarde, hann eyðir peningunum okkar í það að ráða sér norskan hernaðar sérfræðing til að segja sér hvernig það geti sniðgengið fjölmiðla. Þetta ekkert annað en stríðsyfirlýsing gegn þjóðinni. Og nú svo komið að við látum ekki kúga okkur til meðvirkni með pólitískt ráðnum valda sjúklingi í okkar eigin Seðlabanka. Aftur á Austurvöll. Neyðarstjórn kvenna stóð fyrir því að styttan af Jóni Sigurðssyni var klædd í bleikan kjól með þjóðlegu ívafi á Austurvelli í dag. Þá var Alþingishúsið auglýst til sölu fyrir 2,1 milljarð bandaríkjadala, auk þess sem fólki var boðið upp á að kasta krónunni. Guðný Helga var á staðnum og ræddi við fólk sem var samankomið til að láta óánægju sína með stöðu mála í ljós. Þið félagi ungra jafnamanna að gefa fólki kost á að kasta krónunni, hvernig hefur gengið? Það hefur gengið ágætlega, menn verður segja lítið af krónum akkurat núna, það kannski tengist efnahagsástandinu. Við erum tilbúnar með sem kallast neyðarstjórn kvenna. Þær eru búin að setja upp bæði efnahagsáætlun, þær eru konar með stjórnarsáttmála, fjölmiðil, þannig að bara burt með þetta lið og við skulum taka yfir. Tíminn núna. Og að því maður ræður ekki við neitt. Þeir hafa ráðið og rúlla þessu áfram og við bara setjum þess að já, við erum góðum málum. Svo bara allt í einu stöndum við frammi fyrir því maður missi kannski heimilið sitt. Hvers vegna ertu að kasta eggjum á Alþingishúsi? Mótmæla. Af því að við erum að mótmæla. Og hverju eru þið að mótmæla? Bara öllu þessu ástæmi, já, nákvæmlega. Það ómögulegt að láta gæjan sem keyrði bílinn í skurðinn fullur, keyra hann aftur upp úr. Það alveg hrein línur, sko. Ætti Samfylkingin að slíta stjórnarsamstarfi við Sjálfstæðisflokkinn? Ég hef miklar efasemdir stjórnarsamstarfi við Sjálfstæðisflokkinn, en fyrst og fremst held ég að ríkisstjórnin hafi mist umboð sitt og hún þurfi að stjórnmálamenn þurfi að endurnýja umboðið með einhverjum hætti. Mótmælin sem við sjáum á Austurvelli á hverjum laugardegi, fundirnir sem hafa verið í Iðnó og núna verið að flytja yfir í Háskólabíó, auðvitað til marks lífskraft, drifkraft mikinn í samfélaginu og þetta fólk sem að skipuleggur þetta og mætir og tekur þátt í þessu á hrós skilið fyrir stillingu og málefnalega umræðu.